Komið sælir áhundur góðir og verið velkomnir í þennan 5. og síðasta þátt af sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og nú horfum við til framtíðar en í síðustu þáttum höfum við fjallað breytingarnar á húsnæðismálum, samningsrétti og kvennabaráttu á síðastliðnum 100 árum og einnig breytingarnar á velferðarsviðinu frá því upp úr 1900 þegar verkalýðshreyfingin var að myndast og margir þeir sigrar sem unnust eftir gríðarlega baráttu virðast nú loksins vera í höfn, eða það svo? En spurningin auðvitað þessi þegar við horfum langt fram í tímann, hvernig mun hlutverk verkalýðsfélaganna breytast á komandi árum? Mun það minnka eða verður kannski aldrei meiri þörf á kröftugri og róttækri verkalýðsbaráttu en einmitt á komandi árum? Öll réttindi og kjarabætur launafólks á vinnumarkaði þykja svo sjálfsögð í dag að fæstir þeir sem njóta ávinningsins velta því nokkru sinni fyrir sér hvað forfeður okkar og formæður þurftu að leggja mikið á sig á síðustu öld til að sækja fram og sigrast á afturhaldi atvinnurekanda og alþingis, en það var ekki síst löggjafinn hér á landi sem stóði í vegi fyrir réttabótunum lengi fram eftir síðustu öld. Vökulögin fengust í gegn 1921, baráttan fyrir verkamannabústöðum bara árangur 1928, en það var ekki fyrir en 10 árum síðar sem fyrsta vinnulöggjöfin var sett hér á landi, en fram að því höfðu forkólfar fyrirtækja og stofnana það í hendi sér hvernig þeir komu fram við vinnuafli í landinu. Það eru því ekki nema rétt 80 ár eða 1 mannsaldur frá því skikki var komið á þau sjálfsögðu mannréttindi sem þekkist í dag að hafa heimild til samninga, launa og að geta takmarkað vinnutíma sinn. Hvað þá að fá eitthvað orlof sem hafðist raunar ekki gegn fyrir 1942 og þá í smá skömmtum. Enn styttra frá því launþegar hér á landi gátu gengið að atvinnuleysistryggingum vísum, en allt fram til 1956 beið þeirra guð og gaddurinn ef þeir mistu vinnuna, sem lengst af síðustu öld gat gerst eins og hendi væri veifað, enda uppsagnarfrestur harla ókunnugt fyrirbæri. Og talandi hvað það skammu tími frá því verkafólk á Íslandi gat frjálst höfuð strokið, þá voru sjúkrasjóðirnir, eitt mikilvægasta öryggisneti í samfélaginu í dag, ekki settir á laggirnar fyrir 1979, fyrir ekki nema hálfu mannsaldri. Réttindabaráttan hefur því tekið 100 ár og jafnvel á þeirri öld sem nú nýhafin fengu karlar loksins réttin til fæðingarorlofs, aldarfjórðungi eftir að konur öðluðust sama rétt. Nýir áfangar á alltaf að nást. Eitt því víst að réttindabaráttan heldur áfram og laga sig að nýjum tíma og aðstæðum út hjá vinnumarkaði. Já, það auðvitað með ólíkindu hvað hefur mikið breyst á síðastliðnum 100 árum eða frá því verkalýðsbaráttan fóru að taka á sig mynd við dagsbrún síðustu aldar og það ekki hægt að setja sig í spor þeirra verka karla og verka kvenna sem voru að vinna á þeim tíma nánast algjörlega réttlaus og svo tíman í dag þegar allt virðist vera meira og minna höfn hvað varðar réttinn á vinnumarkaði. Og hvernig verður þetta svo eftir önnur 100 ár? Það í rauninni ennþá erfiðara að setja sig í þau spor. En ég held að þegar við förum að skoða þetta, alvarlegasta áskorunin svolítið í formi þess að fyrirtækið í dag ekkert eins og það var þegar við vorum að byrja. Allt skipulag verkalýðshreyfingar byggir á því að það tiltekinn vinnustaður, sem einhver hópur fólks vinnur við einhverjar skildaraðstæður. Við kjósum trúnaðarmann sem fulltrúa þessa fólks og búum svo til verkalýðsfélag að samblandi trúnaðarmanna margra fyrirtækja til þess að heyja þessa baráttu saman. Og þarna við að sjá það að fólk ekkert að fá einu svona ráðningu. Það að vinna meira og minna heima hjá sér eða að því haldi fjarri þessu vinnustöðum, laustengt í verktakaráðningu. Þetta mjög alvarlegt vegna þess að þetta veldur því hvernig eigum við að ná sambandi við þetta fólk. Ef við höfum ekki vinnustaðinn og höfum ekki hópinn, þá verður það, og við erum að sjá það í nágrannalöndunum að leið verkalýðshreyfingar til að ná sambandi við fólk stór götuhornum eða þar sem fólk á þá eitthvað félagslegt samneyti. Svo sjáum við það að félagslegt samneyti fólks að minnka vegna þess að það allir inn á okkur rafrænum miðlum. Og þetta einhver áskorun sem að hreyfingin þarf að taka. Hún þarf að finna sér einfaldlega nýtt form á því með hvað hættu hún ætlar að eiga samskipti við sína félagsmenn. Það held ég að við í vinnikynslóð verðum að hlusta svolítið eftir unga fólkinu. Það eru leiðir til þess. Við höfum verið að breyta hjá okkar samskiptamiðlum og fara meira yfir á þessu svokölluðu samfélagsmiðla til þess að reyna að hitta fólk og vera þar.
Gervigreindin með þeim hætti. Ég hef nú löngu sagt að það var ekki áhugavert að fá þessi fyrirtæki í leikjafræðinni til þess að stofna verkalýðsfélög. Það er ekki verkalýðsfélag í gerviheimum. Ég held að það þurfi. Ég heyrist á öllu að umræðan í þessum gerviheimum sé með þeim hætti. En ég nefnir þetta bara, sko, en þetta mikil áskorun fyrir okkur. Segir forseti Alþýðusambands Íslands sem veit náttúrulega ekki frekar en ég hvernig framtíðin mun líta út, en ef til vill eitt örugt í þessum efnum. Það að vinnumarkaðurinn og atvinnulífið mun laga sig í ríkari mæli að þörfum hvers og eins launþega á komandi árum. Það heiti víst svo að það sé erfiðar að spá fyrir framtíðina en fortíðina. En ef fortíðin kennir okkur eitthvað þegar kemur að verkalýðsbaráttu, þá það fullvissan að það þarf að hafa fyrir hlutunum og berjast fyrir þeim í krafti samstöðunar. Það nefnilega svo að helstu umbæturnar á vinnumarkaði á Íslandi náðust ekki gegn á fyrirhluta síðustu aldar og fram yfir hana miðja, fyrir en verkafólk hér á landi bast félagsböndum, en lengi vel eftir að þéttbýlismyndun byrjaði að ráði hér á landi undir aldamóti 1900 og atvinnuhættirnir tók að breytast til muna, þá þorðu hvorki verkakarlar né verkakonur að bindast samtökum af ótta við viðbrögð atvinnurekanda sem vildu ekkert vesen og ráku óðara þá burt sem voru með uppsteyt. Nóg var jú af öðru vinnuafli sem flæddi inn á mölina í kaupstöðum landsins. En allur þessi lærdómur sögunar gefur okkur vísbendingum það sem koma skal. Krafan styttri og sveigjanlegri vinnutíma verður öllum líkindum miklu háværari á komandi árum en hún hefur verið lengi vel og sömuleiðis það tilkall að geta unnið vinnuna sína óháð staðsetningu, tímabeltum og heimsálfum. Launþegar munu aukin heldur kalla eftir rýmri orlofsrétti og heimildum til útgreiðslu lífeyrisegnar, sterkari sjúkrasjóðum og öflugri endurhæfingu til að forðast kulnun í starfi, svo ekki sé talað þá eilíðarkröfu að konur og karlar, og raunar hvaða kyn sem eru, fái greitt sömu laun fyrir sambærilega vinnu, en lög í þá veru voru sett árið 1962 fyrir vel rífri hálfri öld, án þess að skila tilhlýðilegum árangri. Og kannski það eitt víst að baráttan heldur áfram. Hún ekki búin og hún getur enn tapast. Ég vil kannski orða þetta þannig að á langt fram eftir 20. öld var verið að vinna í því að ala fólk upp sem hluta af samfélagi og að meðlimum þessa samfélags bæri að styðja hvern annan. En þau viðhorf hafa breyst töluvert mikið síðustu áratugi og það auðvitað bara breytt pólitísk viðhorf, það var andað frá hægri og frjálshyggjan hefur hér ráðið orðræðunni dálítið mikið, þannig að þessi viðhorf sem að voru sjálfsögð fyrir kannski einhverjum fáum áratugum síðan að þau eru kannski ekki eins sjálfsögð lengur. Maður kannski óttast það að sagan sé að endurtaka sig. Það eru meira svona kannski skammtíma ráðningar og meira óöryggi. Og svo náttúrulega ýmislegt sem að viðgengst. Fyrir nokkrum árum síðan, ekki langt síðan, þá var það einstaklingur sem var að vinna á veitingastað og það gekk illa að fá borgað. Og hann fékk kunningja sína til þess að koma og borða á viðkomandi veitingastað og þeir borguðu honum sem sagt andvirði til þess að hann fengi einhver laun. Og þetta ekkert mörg ár síðan að þetta var og það svona ýmislegt sem í gangi sem að ótryggari fyrir fólk núna heldur en bara fyrir einhverjum 3, 4, 5 árum síðan. Við sjáum náttúrulega hvernig störf farandverkamanna voru hérna árum áður og við sjáum að það í raun og veru svolítið að endurtaka sig núna með auknum færanleika vinnuafls á milli landa. Það var kannski áður fyrir mikið verið að fara á milli landshluta hér á landi. Áskoranir framtíðarinnar eru náttúrulega væntanlega þær að menn eru eins og að gerast í dag, að menn eru að fara á milli landa innan Evrópu, milli heimsálfa jafnvel. Og það eitthvað sem að mun væntanlega bara aukast inn í framtíðina. Og allar þær áskoranir sem að því fylgir eru auðvitað
snýra þessu, hvernig ná að tryggja í raun og veru launakjör, réttindi og skyldur þeirra sem er í þessari stöðu. Verkefnin snúa að því að verja þeirra kjör, þeirra réttindi, gera þeim grein fyrir hvað réttastaða þeirra á vinnumarkaði. Við sjáum þetta sérstaklega í kringum miklu uppbyggingu sem að verða fyrir vestan, til dæmis í fiskeldinu, að það eru erlendir aðilar að byggja upp í stórum stíl. Og þá er ég að tala um bæði Norðmenn og aðra Evrópubúa, stórt fyrirtæki pólskum uppruna. Við erum að sjá að þessir félagsmenn okkar, þeir þekki ekki þetta umhverfi. Þeir liggja undir ágjöfum varðandi það að ef þeir ræði við stéttarfélag þá séu þeir bara sendir heim. Þó þeir hafi sitt vegabréf og allt það, þeir hafa samt ekki frjálsa för nema að því leytinu til að þeir hafa vegabréfið sitt. Þeim er alveg stýrt hvenær þeir koma og hvenær þeir með að fara. Við þurfum að upplýsa þá, við þurfum að halda þeim upplýstum leiðir, þeir megi tala við stéttarfélagi, við getum leiðbeint og annað. En þá kem ég að þessum vinkli, þá er bara hótunin. Já, ef að þú ert ekki bara hérna akta eins og við viljum, þá bara farið heim og menn sem eru konir með fjölskylduna sínar hérna, þá bara fjölskyldan komin á faraldsfót og við förum að sjá farandverkamennsku í miklu meira mæli en við áður höfum séð. En svo kannski líka annað sem við ættum að hafa í huga að andstæðingurinn dálítið annar heldur en var hér einu sinni. Það er ekki endilega eitthvað smá fyrirtæki sem er með 2, 3 eða 4 menn í vinnu, sjáu þið. Það er jafnvel ekki þjóðríki svona af meðalstærð. Það eru auðhringar sem hafa margfalt afl á við meðalstór þjóðríki. Þannig að þessi staða sem var hér þegar að verkalýðshreyfingin var að komast á legg, hún auðvitað gjörbreytt. Valda hlutföllin sem birtast okkur í þessu síðkapitalíska samfélagi, þau eru allt önnur heldur en þau voru fyrir 100 árum síðan. Þannig að það má eiginlega segja sem svo að baráttan sem þarf að standa í núna, hún verður að mörgu leyti miklu erfiðari heldur en var á sín tíma vegna þess að allt þetta líka fljótandi núna ef að fyrirtæki sem með verksmiðju einhvers staðar lítur þannig á málin, það kannski best að flytja hana bara eitthvað annað, þá gera menn það. Segir höfundur 100 ára sögu Alþýðusambands Íslands. En að afloknum auglýsingum höldum við áfram að fjalla framtíð verkalýðshreyfinga á Íslandi á komandi árum. Komið sælir áhundur á nýja leik, við erum að fjalla sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi og að þessu sinni erum við að gæjast fram í tíman, skoða hvert hlutverk verkalýðsfélagana verður á komandi árum, hvort það breytist, minnki, eflist til muna og við höfum í síðustu þáttum verið að skoða þessa gríðarlegu breytingu sem hefur orðið á vinnumarkaði á rösklega 1 mannsaldri frá því í dagsbrún síðustu aldar. Vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur tekið örum breytingum á allra síðustu áratugum, fyrst með snar aukinni atvinnuþátttöku kvenna, svo með tölvu- og upplýsingabyltingunni sem hélt innreið sína hér á landi líkt leyti og háskólanám og hagnýtt tæknikunnáttu var það forsendu fyrir atvinnuþátttöku á fjöldamörgum sviðum atvinnulífsins. En til viðbótar hefur svo krafan sérþekkingu og símenntun náð nýjum og áður óþekktum hæðum eftir því sem árum nýrar aldar hefur fjölgað. Meðfram þessari þróun hefur erlent vinnuafl orðið áberandi á Íslandi og skapað forsendu fyrir þeim hagvexti og viðspyrnu sem einkennt hefur þjóðarbúskapinn á þeim áratug sem liðin frá efnahagshruninu. Innflytjendur nú 16% af vinnuaflinu á Íslandi og hafa í mörgum tilvikum tekið að sér þau láglaunastörf sem betur menntaðri heimamenn hafa yfirgefið á síðustu árum í skiptum fyrir betur launuð sérfræðistörf. Íslenski hafnaverkakarlinn og íslenska fiskverkakonan sem öll þessi saga byrjaði á hefur því að mörguleyti vikið úr sínum störfum fyrir aðflutta verkamenn og snúið sér annarri vinnu. Þróun af þessu tagi heldur áfram. Vinnuaflið í gjörvöllum heiminum verður hreyfanlegra og verkefnatengdara og jafn augljóst að nýjasta tækni og vísindi mun halda áfram að gerbreyta vinnuaðstöðu alls almennings
Og í krafti allrar þeirra nýsköpunar og hagræðingar mun vinnutíminn sjálfsagt ósjálfrátt styttast með aukinni framleiðni, framlegð og ágóða. Hættan eftir sem áður þessi að allar öru framfærirnar, hraðin í samskiptunum og misvísandi upplýsingar á tímum óritskoðara samfélagsmiðla rugli fólk í rýminu og kasti ryki í augu þess, það viti ekki lengur rétt sinn og gefi því atvinnurekendum afslátt af 100 ára kjarabaráttu, ýmist óvart eða meðvitað og sagan býti þannig í skottið á sér. Við lifum á spennandi tímum, það alveg rétt og það eru ógnanir. Við erum búin við þetta opna hagkerfi þar sem að við vitum raunverulega ekki hvar fyrirtækin sem við erum að eiga viðskipti við, hvar þau eru. Það hefur verið að ógna réttindum víða eins og í gegnum deilihagkerfi og annað. Það eru mikla tækniframfarir, við erum í miðri 4. iðnbyltingunni en það eru líka spennandi tækifæri og það nú bara einu sinni þannig að við stoppum ekki framtíðina, hún kemur hvort sem við viljum vera með eða ekki, þannig að við þurfum að vera með og við þurfum að reyna að nýta okkur kostina, en við þurfum að breyta okkar skipulega, við þurfum að aðlaga okkar störf að þessu nýja veruleika og þessi tæknibylting sem við erum í miðjunni á, hún verður vonandi til þess að auka lífsgæði okkar, en við þurfum að vera með á nótunum og við megum ekki láta sem sagt auðvaldið hirða allan ávöxt af þessum tæknibreytingum, heldur verðum að reyna að vinna því það er hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að tryggja að þessi lífsgæði þau deilist út á okkur öll en verði ekki bara fáum til hagsbóta. Það er auðvitað áhyggjuefni í dag, hvernig haldið á mörgum fyrirtækjum gagnvart starfsfólki. Það á eiginlega við allt. Það er verið að svindla á því í launum, það er verið að svindla á því í aðbúnaði, húsnæði er oft á tíðum þess vegna í gámum eða ekki mönnum bjóðandi. Þetta er náttúrulega óásættanlegt. Það á auðvitað við talandi húsnæðismálin þó það sé tímabundið þess vegna erlent starfsfólk í einhverja mánuði eða árum saman. Það þarf auðvitað að vera sómasamlegt húsnæði eins og gert ráð fyrir. En almennt séð þessa hluti þá erum við að fara í gegnum tímabil núna sem er auðvitað mjög krítískt. Með svona gríðarlegan fjölda erlendra starfsmanna sem að sumir atvinnurekendur sýna ekki þessa eðlilegu framkomu sem á að vera gagnvart starfsfólki í öllu tilliti. Ég held hins vegar þetta sé tímabundið ástand. Ég trúi ekki öðrum okkur takist en á tökum á þessu svona inn í framtíðina, en þetta er auðvitað bara mjög slæmir vaxtarverkir sem við erum að ganga í gegnum og það er búið að taka allmörg ár. Það er ljóst að þessi mikla þensla sem hefur verið á vinnumarkaði, bæði hér á Suðvesturhorninu og í ferðaþjónustu vítt og breitt um land, hefur breytt svolítið aðstæðum hvað varðar það sem lítur á húsnæðismálum launafólks. Við sjáum þetta annars vegar hér á höfuðborgarsvæðinu og Suðvesturhorninu þar sem að fyrirtæki í vaxandi mæli eru farin að útvega starfsmönnum sínum húsnæði sem er oft mjög misgott af gæðum. Allt frá því að vera vel íbúðarhæft í það að það er verið að hola fólki þessuna í geymsluloftum og gömlum svona veiðiskúrum, svo við tökum nú bara einhver svona dæmi. Það sem að fylgir þessu líka er að fólk er þá ofurselt atvinnurekendanum ekki bara með vinnuna heldur líka húsnæðið. Þannig að atvinnurekendur eru farnir að tengja saman, annars vegar ráðningarsamband viðkomandi starfsmanns og hins vegar húsnæðið. Þannig að ef að það skulum við segja, að reyna að sækja sinn rétt og hefur er að taka svona sensinn á því að því verið sagt upp, að þá getur það staðið á götunni bara einn góðan veðurdag vegna þess að það það búið að missa húsnæði í leiðinni. Öruggt leiguhúsnæði til langfram er trúlegt stærsta velferðarmál fyrir launamenn og þess vegna skiptir miklu máli að byggja upp kerfi sem býður upp á leiguíbúðir þar sem fólk getur verið í alla sína ævi. Það er eitthvað sem við erum að vinna í og skiptir miklu máli að við höldum kúrs og klárum þetta verkefni og það lendir ekki einhvers staðar í blindgötu á leiðinni. Eitt af því sem ég óttast inn í framtíðinni er að hér myndist hópur sem verður illa staddur, fátækur vegna þess að
við þurfum að hafa búsetu hér frá 16 ára til 67 ára til að eiga full réttindi. Okkar fólk sem verður að flytja erlendist frá og að verða Íslendingar hér meir og minna með skerta búsetu. Þar að leiðandi verður þetta fátækt fólk á efri árum og hvað þá? Við höfum að þessu mjög miklar áhyggjur, það þarf að skoða þetta, það verið að skoða þetta á öllum Norðurlöndunum vegna þess að það eru allir að taka á móti flóttafólki og innflytjendum, aðstoð við þessa nýbú okkar, en við erum ekki búin að hugsa málið til enda. Já, hér takast vissulega á áskoranir og tækifæri, en þegar við kíkjum inn í framtíðina, þá verðum við kannski fyrst og fremst að hafa því í huga að hugsa alla baráttu forfeðra okkar fyrir þeim rétti sem við höfum í dag. Já, við þurfum stöðugt að vera vakandi yfir því að halda þeim rétti sem við höfum áunnið. Því að ég minnist þess til dæmis að þegar lög voru sett 40 stunda vinnuviku, þá höfðum við náð samningum að vinnutími á skrifstofum væri 38 stundir. Þegar að þessi lög voru sett 1970, tóku gildi 1. janúar 71, þá var mjög hörð barátta af hálfu vinnuveitenda að lengja vinnutíma skrifstofufólk upp í 40 stundir. Þannig að við þurfum að vera stöðugt vakandi yfir þessu. Ég minnist þess líka að baráttu okkar fyrir því að fólk fengi laun þegar að dagvinnutímanum lyki og það þurfti að ganga frá í verslunum. Það var launalaust, það var ákvæði þetta. Við náðum þessu samningum þetta, við þurftum að heyja mjög harða baráttu, fund eftir fund, ár eftir ár til þess að halda þessum réttindum. Þannig að við þurfum að vera stöðugt vakandi yfir því að halda þeim réttindum sem við höfum náð. Það alveg ljóst. Auðvitað það alveg ljóst að Íslensk verkalýðshreyfing hefur náð mjög miklum árangri. Við þurfum að bera saman þætti og við svolítið gerðum það, við verðum að gera það á undanförnum árum, að skrifa sögu Alþýðusambandsins og héldum upp á 100 ára afmælið. Þá vildum við svolítið markera líka þá sögu þjóðar í því að verkalýðshreyfingin hefur verið gerandi að móta hér með marga hluti, bæði á hennu kjaralega sviði sem kjarnastarfsemi okkar, kaupmáttur og aðstaða okkar félagsmanna í dag auðvitað allt önnur og betri. Og það sama getum við sagt þá velferðarmálin. Ég held að sé alveg sama hvað þú flettur upp á að fingrafar hreyfingarinnar mjög sýnilegt aðstæðar. En það leiðir ekki endilega til þess að þetta geti verið allt saman fast í hendi ákvörðunartíð. Það eru ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í breytingum. Það eru áskoranir sem tengjast auðvitað þá bara pólitíkinni og breyttum áherslum þar. Það eru auðvitað meiri svona einstaklingshyggja sem ræður svolítið ríkjum þar og það verkefni að halda utan svona samtrygginguna, samfélagslegu ábyrgðina, samfélagslegu hugsunina. Verkalýðshreyfingin auðvitað birtingarmynd þess að beita samstöðu til þess sérstaklega þá að gera þeim tekjulægri, þeir sem að minna mega sín, innan og utan vinnumarkaðar lífið auðveldara og betra. Þar held ég að við séum með mjög stór verkefni framöndan og við höfum hvergi láta undan siga. En það líka áskoranir í tengslu við tæknivæðinguna. Tæknin auðvitað að breyta störfum okkar. Ég vil halda því fram að Íslensk verkalýðshreyfing hafi að þessu leyti verið ákaflega framsýn. Verkalýðshreyfingin hefur á Íslandi ekki barist gegn tækni, heldur sé tækni sem tækifæri til þess bæði að létta störfin og gera okkar félagsmönnum auðveldar það að sinna störfunum, en líka þá sem tækifæri til þess að skapa meiri verðmæti og beina því þá í kaupið og hreyfingin verið með mjög grimma afstöðu til þess að fá réttlega hlutdeild í framleiðni og hagræðingu. Það sjáum við í þá kaupinu að það að hækka vegna þessa. Okkar hlutdeild að landframleiðslu ennþá eins og það á að vera, 67%. Og samhengja milli framleiðni og launa í réttu hlutfalli hér, sem ekki í Bandaríkjunum, ekki í Bretlandi og víðast í Evrópu, þá er bara að rjúfa þetta samhengi. Íslensk verkalýðshreyfing hefur náð að halda sinni stöðu hvað þetta varðar. En það líka, fyrir utan að kannski að bændur voru á sínum tíma á móti símanum, að við höfum sem sagt beislað tæknina þegar að prenttæknin kom til og hætti að vera með blýið yfir í tölvuna. Íslensku félögin á þessu sviði sameinuðust. Grafía í dag samstarf allra þeirra sem að vinna við prentun. Við fórum ekki í verkfall á móti tækninni eins og gerðist í Bretlandi
og hluta til í Danmörku. Heldur gripum við þetta bara sem tækifæri til þess að setjarar eða prentarar fengu bara einfallega betri aðstæð til að sinna sínu starfi. En starfi var að koma text á blað með þeirri tækni sem að til var. Ég nefndi þessi dæmi af því að ég held að við erum að horfa á þetta sem tækifæri, en það kalla þá áskoranir það með hvað hætti við ætlum að skapa fólki menntun til þess að geta verið þáttakendur í þessu. Fjórðungur vinnumarkaðarins með minna heldur en framhaldsskólamenntun. Þau hefur ekki lokið prófu á framhaldsskólastigi. Þetta alveg rosalega mikil áskorun fyrir hreyfingu og fyrir samfélag. Ég held að það sé alveg ljóst að verður ekki lestur svona hreyfingin hafi grimma afstöðu til þess. En auðvitað eru síðan dægur hlutir eins og kjarabaráttan. Við erum núna að taka umræðum það aftur, hvort það sé ástæða til þess að endurskoða baráttuaðferðirnar. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hreyfingin taki þá umræðu. Við höfum núna 100 ára sögu til að fara í gegnum. Við getum lagt mat á það. Var svo stefnubreyting sem hér var í kynslóðaskiptunum upp á 1990 þegar að forverar okkar, Guðmundur Jóð, Ragnar Bergmann, Magnús Geirsson, ég get haldið svona áfram, Guðrýður Elíasdóttir í Hafnarfirði, Sævar og Akureyri, þeir voru að skila svona sínu starfi. Og það var fyrra niðurstaða með þetta kosti, að það þyrfti að breyta baráttuaðferð. Núna finnst mér svolítið umræðan vera svolítið að hallast tilbaka í að fara í svona fyrri gildi og þar held ég að hreyfingin verði að taka það samtal í sína félagsmenn vegna þess að endanum verður hreyfingin að hafa kjarastefnu sem skila raunverulegum árangur í því að byggja upp kaupmátt en ekki bara endilega að beita afli sínu til þess að horfa á launahækkunum eina þess vegna, heldur að horfa á þetta í víðu samhengi. Þar með þessum 5. og síðasta þætti sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi að ljúka. Við erum búin að fara víðan völl frá 19. öld fram yfir á þá síðustu til okkar daga og raunar inn í framtíðina eins og í þessum þætti. Og í lokin vert að þakka Alþýðusambandi Íslands fyrir samstarfið við gerð þessara þáttaraðar en þangað til næst góðar stundir.